Sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég og með mér hér í dag sem og alla aðra daga hér í hlaðvarpinu Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll. Blessaður. Hvað segir Ólafur Hersir í dag? Nei, nokkur hess bara og svona, aðeins jólastemning í mér, þá þessi snemma í því. Já, það að gera að vera snemmi í þessu. Ég alltaf snemma í þessu maður. Það líka, það hefð fyrir því, hérna fyrir norðan, að það svo dimmt sko, það fara að dimma hérna, tók eftir í áðan, að fara að dimma tölvöld sko, 2:30. Já, ok. Þannig að alvoru myrkur náttúrulega 3, þannig að það hefð fyrir því að skreita mjög snemma. Já. Þannig að þetta var alltaf viðræði í vinnuna áðan og þá var eitt sem spurði hvenær má setja upp jóluljósin og þá svaraði 1. nóvember. 1. nóvember? Það náttúrulega alltaf snemmt sko. Já, en það þetta munur að náttúrulega eins og veist með normin, það náttúrulega svo mikið með náttúrulega hvítljós eða svona, já, hvít eða gulljós, ekki þess að marglitu serjur svo við erum með. Nei. En ég búin að setja upp serjur allar hringinn og serjur allar glugga og það búið að kasta upp fullt af jóluljósum. Einmitt. Hörðu, við vorum hér í síðasta þætti fyrir ekki svo lengur síðan. Þá vorum við hér að ræða saman Fönikumenn Mólok Fönikumenn eins og það heita víst Já, Fönikumenn Já, ég tók eftir þér að við vorum að gera þættina þessa þætti að mér tamt að segja Fönikumenn Já, segi ekki það sama? Jú, Já. Það einmitt svona kannski gamaldags orðalag Okay. En þá að skrifa það skrifað sérst Fönika og Fönikumenn eða Fönikar. Nú já, það var flott að leiðri til þetta og lærum að það. Þá leiðréttist það hér með. Já. Við ætlum í allt aðra sálma í dag. Allt annað, einmitt. Hvert ætlum að fara í dag, Ólafur minn? Já, við ætlum að tala ástkæru miðaldir og Þetta verður svolítið svona neðanbeltist þáttur í dag skils mér. Já, það málum byrja að segja orðaða sem svo því við ætlum að ræða saurmál á miðaldum. Það umræðefni dagsins í dag. Herðu, sko, þetta málefni kom til út af því að þú hefur stundum svona verið að bera hér á borð þínar skoðanir miðaldir og þessar mýtu allt hafi verið svo ömurlegt á miðaldum og það hafi aldeilis ekki verið þannig og ég hef nú alveg hugsað svolítið myndir núna, ég hef nú bara svona kannski er ég í ykkur svona búblu sko. Já. Ég hlýt kannski að vera það því sko ég hugsa svolítið svona þú veist ennþá einhver að segja að allt hafi verið svo ömurlegt á miðöldum skilurðu sérst frá með 1000 sko sérst á miðöldum og seinna og eins með svona sem er sjálfstæðisbaráttunar og svona er fólk ennþá að halda því fram að þú veist að allt hafi verið Dönum að kenna og allt hafi verið ömurlegt út af Dönum og svona einhvern veginn en það er það alveg, þú veist það er alveg fólk að núti sem er ennþá með þetta, en eins og ég stundu sagt við þig sko, þá greinilega er ég ykkur svona sagfræðinga búblu sko. Já, en þetta eitt segir bara skjótt þú meða við 1000, ég myndi meða við alveg 500. Já, þú meða náttúrulega miklu fyrr taka fyrstu 500 án og það er ekki bara mín skoðun miðalda sagfræðingar og fræðilega skoðunin og ég veit það er svo mikið rök í sjálfu sér að vera að tala eitthvað konsensus og hvað menn eru sammála en svona fræðilega skoðunin í dag er svo að það hafi ekki verið
neinar myrkar miðaldir, ekki einu sinni þarna 500 til 1000. En þú getur samt ekki, það er samt á þessu tímabili, eins og ég hef stundu nefnt í þessum umræðum, þá hef ég stundu nefnt þetta með fólksfjöldan. Að allavega í Suður-Evrópu, sérst á Ítalíu, Spáni og Grikklandi, þar verður fólksfækkun á þessu tímabili 500 til 1000 og svo byrjar að ná sér aftur upp og svo verður búm upp úr 1000 og hámiðöldum og allt verður æðislegt aftur. Já. Og það er ekki hægt að segja annað en heldur, ef það er fólksfækkun þá minnkar framboð á öllu, það hlýtur að segja sér sjálft. Jú, en af hverju eru að skilgreina það sem hnignun? Þannig að þú myndir segja allir að Japan sé hnignun núna og það sé mikið hnignun fyrir Japans samfélag. Svo er það auðvitað líka góð punktur. Ég var að tala hérna við eitthvað daginn og við vorum að tala það að það væri þetta með fæðingartíðni í vestræna heimi og við varum fólk væri að vera eldra og ef það veri ekki verið að flytja inn fólk hérna þá myndi fólk fækka sko. Já. Og þá sagði viðkomandi sko, þú veist, er það eitthvað slæmt sko? Er það endilega slæmt? Og ég er svona slæmt og ekki slæmt? Já, þú vilt hafa mikið fólk að því meira fólk því meira líkur á því að þau fæðist Mozart skilur eða þú veist því fleira fólk sem í bænum þínum því meira líkur á því að þú getur farið á kaffihús og fengið gott kaffi eða að það sé verið að sýna einhverja áhugaverðar myndir í bíónu hjá þér eða eitthvað. Já. En svo getur maður líka hort á það ok, við förum frá því að vera mástu hvað verður mörg í dag, er það 8 miljardar jarðarbúar. Það er alveg anskotið mikið að jarðarbúum núna. Og meðan að þú veist ok, við förum niður í 5 miljardar, þá ætla meira af auðlindum fyrir þessa 5 en eru fyrir 10 miljardar. Já. Eða eru 20 miljardar. Þetta verður betra fyrir náttúruna ef við myndum fækka svona 90%. Já. En þannig að þú veist það er margt í þessu en þannig að jú, þegar maður segir að skalinn sé bara okkur fólksfjölgun þú veist það er bara því fleiri því betri en það sem ég á erfitt með hvað var þau rök er þá til dæmis þetta er oft notað þegar verið að bera sama til dæmis Evrópu við til dæmis Asíu eða aðra heimsluta magni er ekkert alltaf ákveðin gæði í sjálfu sér svo Stalin sagði á sínum tíma því til dæmis taktu 20 miljón manna borg í Afríku sunnan Sahara. Já. Er það? Nei, alls ekki og þú veist, þú getur líka alveg sagt eitthvað svo til mis tógar í dag getur verið kannski bara næstu full sjálfvirkur með bara eitthvað nokkura manna áhöfn og hann veiðir miklu meira heldur en það gerði fyrir 40 árum síðan og það er þetta sjálfvirknivæðingu sko. Já. Þannig að þú veist, það er ekkert endilega sem ég er að tala sko, ég bara meina í svona landbúnaða samfélag, þú veist, fyrir tíma innbyltingarinnar og fjöldaframleiðslu skilur þá er það, fyrst mér að vera svolítið náttúrulegt að sjá það svolítið þannig skilur því fleira fólk í borgunum, því meira er af menningarlegu tilboði í borgunum og þar að leiðandi vera að búa til hluti og svo framvegis. Já, og það er auðvitað réttu auðvitað ákveðnu leyti en þú veist, við getum líka, við ætlum að dæma hvað er þá mögulega framfarir hnignun en hvað er þá getum við líka hort á gæði þessa lífs sem er lifað. Sko, hnignun og framför, sko, þetta er auðvitað líka bara sko, gildishlaðið. Sko. Já, algjörlega. Og það getur vel verið að mér finnist þetta vera hnignun að það sé lítið af fólki á meðan þér finnist að vera framför, skilur við. Ég myndi kannski ekki nenn að búa á Þingeyri af því að það er of lítill stað fyrir mig en svo kannski er ykkur að núti sem að býra á Þingeyri og segir skilur Þingeyri er frábært af því að það er svo fáir sem búa hérna, Já, algjörlega það er alveg rétt en það sem er sko sérstaklega er mjög mikilvægt það er einmitt þetta að þú veist, þegar við erum að tala um miðaldi þá á ég við og þá á fræðasamfélag að við líka 500 til 1000 það er hluti af því og það er nú bara svo einfalt að sagnfræðingar og fræðimenn sem eru að rannsaka líka það tímabil benda á að það hafi ekki verið þessar myrku miðaldir sem ennþá sitja mjög í fólki og kemur fram reglulega í til dæmis bíómyndum og þáttum og hvað það er. Það er til dæmis það sem við erum að tala um núna, þetta grínustum með þessum að sörmál en ef þú ímyndað er til dæmis miðaldaborg og þá eru líka að tala um miðaldaborgar 800 hvaða ímynd hefur fólk af þeirri borg og ef þú væri með framleiðanda í Hollywood, leikstjóra í Hollywood sem er að gera bíómynd slíka borg, hvernig myndi hann sýna þá borg
það myndi sýna þá borg örugglega haugskítuga, skítur á götunum, skítugt fólk, illa þvegi fólk, veikt fólk, það verður örugglega með holdsveiki, það myndi líka sýna velja það að sína myndina í svona dökkum litum, það myndi ekki nota gula filteri sem við notaði fyrir Mexiko, það myndi ekki nota einhverjum svona bjarta liti, nema ef þú myndi vera að skoða sko miðaldamynd sem er hérna gamamynd, það alveg eftir þetta eins og A Knight's Tale með Heath Ledger til dæmis, hún í björtum litum og það allt tiltölulega hreint. Já, eða myndi með honum hérna leikarinn sem leikir Big Martin Lawrence. Já, það ekki, Big Mama's House og allt þetta sem var vinsælt þegar við vorum ungir. Já, ég veit já. Heitir hún A Knight's Tale? Nei, það Heath Ledger, það A Knight's Tale, það önnur. En ég var einmitt að hugsa þá mynd líka, það tvær myndir, það gamamyndir, þess vegna þær bjartar. Ógeðslega stúbid mynd, maður, shit, sko. Já, mjög heimskulega myndir, þetta gamamyndir og þær eru til dæmis, gefa mikið betri mynd af kannski klæðaburði og hreinleika á miðöldum heldur nokkuð tíman Kingdom of Heaven eða þessar stór miðaldamyndir sem þykjast vera voðalega sögulegar. Og það þessu og að því líka máli að sér fólk alltaf fyrir sér Rómaveldi í svo rosalegum ljóma á meðan að sá ljómi og sá glans voðalega mikið líka bara ímyndun og fantasía af því að fólk sér það sem að vill sjá og það gildir þá líka til dæmis skólpkerfi og hreinlæti og bara almennt sko sörmál og sorpmál og sorphirða á miðöldum samanborið til dæmis við Rómaveldi það allir með það típist að maður notir það benda til dæmis á Cloaca Maxima og eitthvað svona og síðan svona wow, sjáðu þessu rosalegu hnignun maður gátt ekki einu sinni haldið skólpkerfinu gangandi gátt ekki einu sinni skitið saman lengur nákvæmlega, á meðan að þú skoðar frumheimildirnar og virkilega ferði í sauman á sig þá sér maður bara býtu þetta bara algjört kjaftaði þetta bara kolránt Hörðu, ástæðin fyrir því að við ákváðum að tala saurmál á miðöldum Já það var hér fyrir nokkru þáttum síðan þá lásum við upp hér bréf frá hlustanda, ég man nú ekki hvað heitið það var, manstu það? Nei, man það ekki og þar sem við vorum að ræða þessi mál og vorum að ræða eins svona Rómaveldi og miðaldir og hvort það var Austur-Rómska ríkið alveg örugglega eitthvað tengt því og hann sendi okkur hérna svar og hann benti á að við vorum ekki alveg búnir að ræða þetta við vildum að við myndum ræða þess meir þetta og hann talar hér nefnir hér sérstaklega því þú talaður skólpkerfi í þeim þætti mann ég þú notaði skólpkerfi sem dæmi eitthvað Já og hann skrifar skólpkerfi, sumir hafa viljað halda því fram að skólpkerfi fái titilinn sem stærsta bylting í sögu siðmenningarinnar eins og rithöfundurinn Thomas Lynch segir í bók sinni The Undertaking Life Studies from the Dismal Trade eftirfarandi The flush toilet, more than any single invention, has civilized us in a way that religion and law could never accomplish og svo skrifar hann hérna líka því að við vorum að tala hérna styttur og skúlptúr á rómartímanum og það sem hann segir hérna, ég veit ekki hvort að þið höfðu ekki tími að tala stytturnar og þróun listar eða hvort að Ólafur hefur reynt að forðast að ræða það á tíminn sem var vandamáli við höfum ágetað hugmyndum hvernig fyrri rómarkeisara litu út og það er krullurnar á styttuna á Lucius Severusi eru ennþá mjög impressiv í dag og enn sé erfitt að gera slíkar krullur í dag og þá hér að vísa til myndhöggvara í fornöld þannig að okkur þóttu nú ekki annað við hæfi heldur en aðeins að halda áfram með þessar umræður Já, algjörlega taka aðeins fyrir skólpkerfið og ef við tíma þá kannski getum við líka aðeins talað stytturnar en það er auðvitað mjög áhugavert eins og við stundum talað listasagan er eitthvað sem mætti alveg fá meira pláss eins og aðrar greinar sagnfræðinar hérna í hlaðarpinu Já, algjörlega það er mjög áhugavert fyrirbrigðið þetta En ertu sammála þessu að vassklósettið sé besta uppfinning sem hefur verið fundin upp? Nei mjög mikilvæg uppfinning en það er alltof yfirborðskennt að bara halda því fram og svo reynda vel að halda því til haga
Veistu hvenær svona fyrstu heimildur svona frumstæð vassklósett á Englandi til dæmis finnast? Það oft mjög vinsælt að nota England sem mikla hnignun eftir að Rómaveldi fjall, eins og að segja. Nei, það örugglega hlýtur að vera eitthvað alveg ævaformt sko, því meina þú veist, vassklósett náttúrulega bara þú ert að hleypa vatni í gegn skilurðu, og skóla skítnum í burtu og það ekkert rocket science sko. Já, ég þú veist, einhverjum lögnum og einhvern veginn þannig og færi það frá húsinu. Veist, það sem kannski ég get leftir að svara spurningunni. Þú vilt örugglega segja að við erum á miðöldum. Já, 7. öld. Já, ég veit. En sko það ekki eitthvað sem ég bara vill segja, þú veist, það eru heimildirnar og ég get vísað í Gregory of Tours sem talar þetta og síðan Alcuin líka en setna vísar líka í svona þá fylgir klaustrónu til dæmis. Sko til dæmis eins og mér finnst þess að ég hef lesið að vasslásin hafi ekki komið fyrir ná eitthvað 17. eða 18. öld eða eitthvað en á hinbóin sko það að sagt, gera þarfir sínar einhver staðar og láta vatnsskólaði í burtu þannig að þú sjáur það ekki lengur það er ekkert rocket science og það er alveg dæmi sko menn hafi látið útbúa líka á miðöldum og í fornöld skiluru að menn hafi verið með rennandi vatn inni hjá sér þá meina ég kongar og eitthvað rosalega flott fólk skiluru. Nei, ekki bara en svona en kannski byltingin kannski felst auðvitað í því skiluru að það sé á öllum heimilum rennandi vassklósett skiluru. Þú veist það einhver faró hafi getað skitið og svo kom einhverjir og voru búin að leiða vatnandi inn í til þess að hreinsa það burtu sko, það kannski ekkert endilega skil hvað ég meina. Já, ég alveg saman því, það er líka ekki það sem ég að tala af því þú veist, ef það bara er að tala einhvern eitt konung eitthvað staðar, þá það svo sem tillingaskítur en heimildirnar ekki að tala það. Nei, ertu að meina að það hafi verið sérst, á miðöldum á Englandi verið vassklósett inn í öllum heimilum eða? Nei, það var ekki það, en það er náttúrulega mikill munur á því að vera með vassklósett á öllum heimilum og að vera með vassklósett á einu heimili. Já. Og það var eins og Rómverjum, einhver heldur því fram að Rómverjar hafi verið með vassklósett eða að segja hafi verið rennandi vatn hvert einasta rómverskt heimili, þá var það alltaf algjört kjaftaði. Það er kjaftaði, algjörlega. Það sem ég er að benda á er að menn hafa þessa einföldu sín að kringum hvað við segja kannski 400 eða 457 eða hvað tölum við taka 410 eða hvað það er og þá eigi sér stað eitthvað sko rosalegt fall og hrun og það sem kemur í kjölfarið því 500 ár allavega ef ekki lengur en allavega 500 ár af bara myrkri þar sem var enga tekni framfarir mann gátt ekki gert almennilega styttur lengur með þrýfisu ekki hitt og þetta var engir almennilegir herir bara villimennsku, ég veit ekki hvað og hvað og þetta er ekkert annað en bara hreinir fordómar algjörlega og mýtur og þá er þetta að fara bara í gegnum skjölin og það er bara að telja fram og ég ætla þessi búin að skrifa niður helling af frumheimildum hérna sem ég get vísað því og bara benda á, fara og skoða þetta lestu þetta bref, lestu þetta skjal þarna þetta var svona Einmitt. Og þá sér maður að býtu heyrðu, þetta er nú bara þetta stendst ekki, þetta er allt annan raunveruleiki sem fólk bjó í á ármiðöldum og í gegnum allar miðaldir. Þetta með hreinlæti líka, sérstaklega kannski ekki bara tengt við mannaórgang heldur líka bara persónlegt hreinlæti ég var eins verið að lesa þetta og ég sé það alveg að sko þetta er náttúrulega bara stærsta mýta nútímans þetta þú veist að fólk hafi verið svona skítugt og ógeðslegt á miðöldum og og það er alveg mýmörg dæmi það að fólk hafi auðvitað baðað sig og þvegið sér og menn eru á þeirri skoðu núna menn voru kannski ekkert að fara í sturtu 2 ára dag eins og menn eru að gera í nútímanum kannski eða einu svona dag eða eitthvað annað hver dag Nei. En menn er alveg kominir á þá skoðu núna til þess að fólk hafi líklegast sko, þú veist, þegið sér hendunar fyrir máltíðir og þegið sér í framann þegar að vakna mótnana bara eins og fólk var að gera algjörlega, þú veist, á fyrirluta 20. aldar skilurðu, algjörlega svo langömmur okkar og langafar voru kannski ekki að fara í sturtu heldur á hverjum degi endilega sko En og þá þess vegna er þetta svo áhugavert að þessar hugmyndir séu svo vinsælt þú þarft ekki að gera annað en til dæmis hvað að segja, ef þú skoða til dæmis bara Monty Python já. Hvað heitir hún þarna, The Holy Grail myndin heitir hún ekki bara það, The Holy Grail Jú Hvernig lítur fólk út þar, þú veist, og
það er ástæði fyrir okkur ég alltaf að nefna þetta popular culture þessa dægurmenningu vegna þess að það er hún sem fyrst og fremst mótar ímyndir fólks það er sko, þú skalt alls ekki það er engin vanmeta hversu mikið af upplýsingum og skoðunum fólk fær í gegnum bíómyndir og þætti og sérstaklega þá okkur svona sögulegu efni algjörlega þá þú sér alltaf þessar myndir þá auðvitað litast náttúrulega öll heimssýnin af því eins og bara Game of Thrones jújú, þau eru svo sem hrein og fín þarna ríkaliðið en þegar við erum að sýna einhverja fátæklinga þá er það mjög oft skítugt og mjög súskaðlið jú. Á meðan að til dæmis og mér langar til þess að grípa aðeins í bókina góðu, biblíuna sem er náttúrulega bara gott dæmi sko hvað er augljós, hvað svona mýtur standast ekki því eða með trúarlegan texta sem gefur skýr fyrirmæli á það er að þrífa og hvernig er að haga hlutunum þá hefur það mikið gildi eins og hérna til dæmis í 5. Mósebók þá stendur þú skalt og hafa afvikinn stað fyrir utan herbúðirnar það er náttúrulega til dæmis verið að leggja áherslu á hernað þá skaltu fara erinda þinna og þú skalt hafa spaða í tækjum þínum og þú þarft að setjast niður úti þá skaltu grafa hólu með honum moka því næst aftur yfir og hylja saurindin því að drottinn Guð þinn er í gangi herbúðu þínar til þess að frelsa þig og gefa óvinni þína á þitt vald fyrir því skulu herbúðu þínar helgar vera svo hann sjá ekkert óþokkalegt hjá þér og snúi sér burt frá þér svona textar hafa náttúrulega gífurlegt gildi og vægi það er gott að við höfum góð ráðum hvernig við höfum að gera þarfir okkar úr góðu bókinni í góðu bókinni það er allt ekkert þar sko það er allt ekkert í góðu bókinni en góðu bókin er náttúrulega svolítið mikið eldri en miðaldir náttúrulega en þetta sýnir auðvitað líka bara það sko sem er kannski grundvallar atriði í þessu er að sko fólk er náttúrulega bara fólk og þú vilt við viljum ekkert vera skítug það vill enginn búa innan mannaskít þannig að það meikar sens að grafa það niður eða skóla því í burtu og eins með persónulega treinlæti sko, ég meina þú veist ok, auðvitað getur vel verið að fátækt fólk eða einhver tötra líður hafi verið skítugur á miðöldum en ég meina það er hann auðvitað líka í dag og öllum tímum, fólk sem hefur ekki aðstöðs að þvo sér það segir sér sjálft að því þú veist, það lítur að vera í okkar svona náttúru sem manneskjur að vilja vera hreinlegar eins og ykkur sagði sko, ef þú lyktar illa þá vill enginn kissa þig nei, nákvæmlega skilur og ég til þess að sagt fyrir mitt leita sem ég finnst erfiðast við herravíkarnar er að geta ekki farið í sturtu og lengst að sé farið án þess að vera í sturtu það eru 10 dagar en maður er það með blauturkur og tekur svona hvernig þetta felt dusch það er bara svona styrt út í skógi en þetta er auðvitað góða punktur að þú veist að því er haldið fram að fólk hafi bara hreinlega verið bara hreinlega á móti hreinlega á miðöldum fólk hafi bara vilja vera skítugt og ógeðslegt og það eru auðvitað heimildirnar náttúrulega eru þvert á móti sína það, þú veist, það eru mýmörg dæmi bara til dæmis sko í svona krufningaskýslum eða svona dánar skýslum og einhverju svona heimildum sem eru til frá miðöldum skilur það sem eru mýmörg dæmi fólk sem að drukknar sko við það að baða sig fólk var að baða sig í ám og vötnum og það drukknaði og svo náttúrulega annað í þessu sem að má ekki gleymast og ef við tengjum milli líka við rómartíman vegna þess að það sem við hugsum það sem er svo skýrt dæmi svona það sem okkur finnst vera svona rómverskt glóri eru þessi opinberu baðhús Rómverja það eru auðvitað dæmi sem að fólk sér fyrir sér að hafi horfið sko 476 en það eru auðvitað alveg fjarri sannleikanum sko. það var alltaf það voru baðhús allstaðar í Evrópu á miðöldum algjörlega og stór hluti af kúltúr miðalda var að fara í böðin einmitt og svona jafnvel karlar og konur böðuði saman og Karla Magnús til dæmis hann er kringdur út 800 keisari þá, Rómaveldis Róma keisari en allavega þú veist, hann var nafntógar og þekktu fyrir það allir að synda mikið og baða sig og jú, þetta konungur en hann náttúrulega líka var að baða sig þá með öllu sínum liði og við skulum ekki gleyma því heldur að það sem að venjulega er kannski það sem ofta tíum
hvað við segja, svona skoðanir og hugmyndir og jafnvel kannski luxus aðalsins eða fyrirmenna samfélagsins, það ofta eitthvað sem fyrirmynd fyrir alla hina og smittar niður á við til dæmis bara í okkar heimsluta og það sem hefur verið luxus til dæmis sinna ríku síðastliðin 150-200 ár, það svo bara grunnþarfir framtíðar þannig að sko, þú veist með allan svona heimildir og svona til líka við erum alltaf áhugavert að bera þetta saman við Rómaveldi að til dæmis það er oft talað þessi almenningssalerni Rómaveldis til dæmis í Rómaborg og almenningssalerni til dæmis eitthvað sem þekkist líka á miðöldum, algjörlega, það var fullt almenningssalernum í öllum borgum þannig séð. En það er náttúrulega þetta svolítið komíst fyrir þá sem ekki þekkja þetta að þá voru þau náttúrulega svona þannig að menn sátu hlið við hlið. Já, það er bara mikill munur og ef ég yrði að velja þá það ekki nokkuð spurning að ég myndi ávallt að velja miðaldaklósett því rómversku opinberu klósettin voru þannig að það var bara opið rými í miðjunni og svo sátu menn með fram veggjum og horfðu inn og við og rættum málin og gengu til trés saman. En það hefði stundu verið talað þess að það hefði verið svona þetta svona hluti af því að þú veist hittast skilurðu og það hefur verið svona félagslegt skilurðu með komið saman og rættu málin skilurðu og meðan og og það er auðvitað alltaf svolítið kósí skilurðu. Jú, það er svolítið áhugavert allir í mannfræðinu þá er það grundvallar atriði og það er eitt af því sem aðskilur sko dýr frá mönnum það er blygðunarkennd mannsins og þegar að maðurinn þarf að gera sitt þá gerir einstaklingurinn það í einrúmi. Þess vegna er það ótrúlegt að Rómverjar gerðu þetta saman. Það er til dæmis, það var mikilvægt atriði á miðöldum að það voru alltaf skilrúm á milli og ég get ekki ímyndað mér, ég veit ekki, ég hef ekki séð einu svona almenningssalerni allavega ekki í Evrópu, það sem að ekki er skilrúm eða veggir á milli klósetta. En hvernig er með þetta á 19-20 aldar dæmi í París þar sem þau voru með hlandskálarnar út á götu? Já, það er síðan annað fyrirbreið, þú veist, að þú ert að bara míga en ef þú ert að kúka, þú veist, að vera að kúka saman með öðrum það er grundvallar atriði hjá eiginlega öllum samfélögum að það er eitthvað sem þú gerir í einrúmi. Já, allir ekki. Og þetta er talið fram í mannfræðin, þú veist, þetta er bara, þú veist, þegar að frumstæðir hópar að skilgreina sko hvað er maður og hvað er dýr, hver munur til þess að manneskju og apa. Jú, apinn, hann kúkar hvar sem og slengir í frá sér og alveg sama og meðan manneskjan hefur blíðurkend og gengur til trés, felur sig hvað, skrefur það, þú veist, eitthvað slíkt. Það var þetta, og ekki nóg með það, ég skulle líka halda þetta hagar, alltaf Rómverjar heldur alltaf líka sumstað svín í þessum almenningssalernum sínum, þar svona svínin lifðu þá síðan á mannaskitnum og svo var þeim slátrað og étin. En svo er nú líka stundum þegar maður talar fortíðina sko, þú veist að maður vill oft hugsa sko, þetta voru allt manneskjur og svona, en svo er þetta líka rosalega mikið af menningarlegum hlutum í fortíðinni sem eru óskiljanlegir fyrir okkur og ýmislegt svona við fornöldina sem okkur finnst vera alveg gjörsamlega fáránlegt sko. Já. Og kannski þetta einn af þeim hlutum og þó kannski en þá kannski betra dæmi til þess að sanna þetta sjónarhótt sem þú hefur verið að reyna að koma á þetta skilur að fólk á miðöldum hafa þá allan að verið kannski aðeins svona siðmenntaðar að koma að þessu en svo þekki ég svo sem ekkit hversu útbreitt þetta var með þessi almenningssalerni í Róm. Ég held að, já. Þú veist hvort þetta hafi verið eitthvað svona hálfúrkynjað dæmi fyrir elítuna eða ég bara þekki það ekki sko, þekki þú það? Ég held að það hafi verið almennt svona opinn salerni fyrir alla því að það sem var ég las einhverja líka greina sem var að tala um elítuna og þá voru þeir með eitthvað svona frumstæð vassklósett allt annað fyrirbrigði sem var líka til þess að sína sko auð að maður hefði efna á því en almennt voru þeir bara opinn þessi almenningssalerni en ég veit ekki hversu útbreitt það var því þetta eins og ég segja þetta er svo mikið grundvallar atriði að vera einn og vera í friði við þetta en þetta hangir samt en það ég vil ekki til að segja að Rómverjarnir hafa verið sko minna siðaðir fyrir þetta heldur það sem ég kannski meira vil ekki áslá að við erum miklu meira afkvæmi miðalda og börn miðalda heldur nokkuð tíman afkvæmi Rómaveldis eða fornmenningarinnar og þó að því hafi verið voðalega vinsælt allt frá endurreisninni að halda á lofti þessu menningararfi fornaldar þá eru við miklu meira afkvæmi miðalda heldur en fornaldar.
Já, þetta hún líka nær okkur í tíma. Já, og líka þá í hugsunarættu og þannig og þá var það sér líka benda á að sko, miðaldir þá ekki þetta eitthvað rosalega sko myrkra tími og svo einhvern veginn heyrðu við horfum fram hjá þessu og horfum frekar á Rómaveld og þetta eins til dæmis með þetta Cloaca Maxima sem svo vinsælt að tala Cloaca Maxima til dæmis það var ekki uppálega eitthvað sko skólpkerfi og til dæmis orðið kloak eða kloaka það kemur öllu líkindum af sögninni kluere því þá hreinsa með rennandi vatni og það mikið meira verið að tala sko frárensli heldur nokkuð tíma sko skólplögn. Við útskýra þetta hvað Cloaca Maxima? Ég held að það hefði verið þetta klósett. Já, það nefnilega máli því þá maður hugsa slags, kloak, klósett, eitthvað slíkt en Cloaca Maxima, sko, rennandi vatn fyrir Rómverjum var heilagt þannig að Rómverjar byggðu yfir læk þá sem rann þarna í gegnum Rómaborg þetta sé Cloaca Maxima og svolítið, það ekki kannski allir sammálað því en þetta var allir þessi bók sem ég var að lesa Rómaborg frá það fornöld og til dagsins í dag og hreinsunarmál og úrgang og eitthvað svona og það sem menn benda þá til þess á að Cloaca Maxima það fylgir sem sagt straumi þessar læks á meðan sko ef þú hefur verið að reisa bara hreint sko klóak eitthvað skólplagnir þá hefur ekki fyllt þessu því það meira móð, það var erfiðara það var erfiðara að gera þetta eins og Rómverjar gerðu þetta og þá verið að benda á það að rennandi vatn fyrir Rómverjum var heilagt þannig að fyrst og fremst var þetta sko frárensli mikið meira heldur en eitthvað skólplögn og svo getur þetta þjóna alltaf hluta til bæðu þetta fór alltaf líka saur og úrgangur í Cloaca Maxima það gerir það þetta líka en það munur á því að vera með hreina skólplögn eða vera með meira sko frálenslislagnir sem að taka við auka vatni til dæmis þegar rigningar eða vera yfirbyggja eitthvað læk þú skilur það munurinn, frárensli þá bara sagt, að halda vatninu úr af göttunum já, til dæmis þú kallar það ekki skólp skólplögn er það svo sendir grátt vatn út Já, því til dæmis ef við tökum með þetta í hug til dæmis Hafnarfjörður, lækurinn í Hafnarfjörði, hann mikið yfirbyggður og lagður stokk og okkur svona. Það er alltaf bara vegna þess að, hvað maður segja, það búið að byggja svo mikið og það hendugara. Hvað maður segja, þú veist, allar þær framkvæmdir að gera það allir við til dæmis þennan læk sem Cloaca Maxima rennur gegn, það mikið meira frekar kannski svo lækurinn í Hafnarfirði heldur en að menn hafi hugsað með sig heyrðu, núna þurfum við að byggja hérna skólpkerfi það er svo mikill úrgangur svo mikið þvag og saur sem þurfum að losna við og annað rusl og þurfum að byggja skólpkerfi ef menn hefði verið hugsað það, þá hefur þetta nota lækinu og hluta en þeir hefur þá líka breytt honum láta renna eitthvað annað það gerðu þeir ekki, heldur fylgdu þeir læknum og þá þjóna þetta fyrst og fremst í hlutverki kannski að vera frárensli og fyrir þá til dæmis líka rigningavatn og slíkt eða flóð og eitthvað þannig algjörlega, holræsi já, og svo auðvitað getur líka notað slíkt til þess auðvitað að kasta tæma nætugagnið þetta og mann gerðu það að hluta til já en síðan líka mikilvæg hlutu, við tölum við það meira, setna meir að því að sko, þess vegna var ég að segja það að sko vassklósetti ekkert kannski besta eða mikilvægast uppfinningin því þú vildir heldur ekkert missa saurinn er mikilvæg verðmæti já, og notar hann sem áburð já, og þarna sjáum við grundvallar mun á okkar samfélagi og landbúnaðarsamfélagi fyrir tíma að við lítum á saurinn bara sem vandamál við viljum bara losna við kúkin þetta er ekkert nema vesen á meðan og þess vegna til dæmis getum við hort á eða lesið til dæmis í miðaldaheimildum að sem fólk var að safna saur fyrir utan húsi hjá sér svona saurhauga, það gætt gerst það var lögbrot, en menn gerðu það af hverju gerðu menn það þá? Já, því menn var svo skítugir og öllum var dörðið sama hvernig þeir lyktuðu, nei það var náttúrulega vegna þess að þetta eru verðmæti þú gætt selt bændunum rétt við bæinn þetta og þeir voru háðir því að bera á túnin sín til þess að geta rækta næg matvæli en það er bara okkar samfélag, við erum komið svo langt frá landbúnaðarsamfélaginu, fólk gerir sér enga grein fyrir því að til dæmis akurinn og getur planta sömu plöntun aftur í akurinn þú tæmir alla næringun úr akurinnum og þá þarf þetta að koma næringu aftur á akurinn og þá verður að bera á áburð eða skipta plöntur og þetta er allt mjög flókið Ef ég hefði 1 krónu fyrir hvern saur já. Þá væri ég ríkur maður og til dæmis, já, gott að nefndir þetta pecunia non olet eins og hverju man ekki hvað hann heitir hvort að Vespas
hvað hétu þeir hvað hét hann sem barði niður gyðingu uppreisnina, manstu það? Og svo var sýnur sem tók við eftir hann. Það var ekki Heródes eða eitthvað. Nei, rómversku keisari. Hann var herforingi í Palestínu á þessum tíma og í tengslu Jósefus Flavius og er ekki googlað þetta? Já, ég er að googla þetta. Var það kannski Flavius? Já, Flavius keisararnir, alveg rétt. Flavius. Að því sko Pecunia non olet, hann Vespasian, Titus og Domitian. Já. Domitianus örglega eitthvað líka. Einmitt, það er alveg þessi að hugsa Já. En það þýðir sem að peningar líkt ekki og Vespasianus, hann sagði þetta eftir að sonur hans var gagnrýna það þegar hann var einmitt að leggja skatt á þvag við rómversku þvagskálanar að því sko saur og þvag var skattlagt hjá Rómaveldi vegna þess að þetta voru peningar, þetta voru verðmæti til dæmis, og ég er ekkert viss að fólk viti það allir, veistu þú hvernig leður unnið? Nei, það lítur að hafa eitthvað með þvag að gera fyrst þú ert að nefna það núna. Já, þú verður að leggja það í blöndu af saur og þvægi til þess að sko magasýrurnar úr þá dýrunum, að hluta magasýrunum er eftir í saurnum og svo ammoniak og efni í þvæginu, það sem til dæmis sko kúaskítur er held ég betri en til dæmis hestaskítur í þetta, að þú ert að vera með svona stór saurker, þar sem er að blanda sæi og saur og þú setur húðirnar þar ofan í og lætur það rotna þá á ákveðin hátt, það leysast upp að hluta til í þessum efnum sem eru þarna og það er alltaf hryllileg lykt af þessu, þess vegna var þetta alltaf mikil mengun af þessu og þetta var alltaf, og þetta er til dæmis gott dæmi það hvernig fólk oft gerir sér enga grein fyrir því hvernig heiminum var áður fyrr. Þetta að kemur skýrt fram í lögum fornöld og miðöldum hversu langt þetta má vera frá byggð og hvað þetta á að vera í borgum og slíkt vegna þess að það er svo mikið óþrifnaðar af þessu en allavega, og þegar þetta mýkir upp húðirnar og þetta gerir gott leður og einslimist þess að fá fram skarpa og fallega liti og eitthvað slíkt, þá þurftu að nota þetta var mikil verðmæti fyrir leðurgerðamenn og þess vegna allir eins að á miðöldum og þess vegna fóru til dæmis menn borgirnar og söfnuðu saman til dæmis það úrgangi frá fólki til dæmis í París á miðöldum þá var kerfi þar sem að menn gáttu sett nætugagni sitt út á göttuna og þá komu menn og tæmdu nætugagni og fóru með þá síðan allar saurinn fyrir utan borgina og seldu hann þar til dæmis bændum sem síðan báru þetta á akrana sína sem áburð og svo til þeim, þá hugsa kannski eitthvað svona, hvað þetta er mikil villimennska eða hvað þetta er, hnignun eða agald eða hvað þetta var, en til dæmis, ef við tökum til dæmis Kína að því mér er svo áhugavert, ég hef aldrei séð þetta í tengslu við Kína er jarðvegur í Kína er mjög næringarsnöður og fátækur þannig að kínverskur landbúnaður krefst mjög mikils áburðar og til dæmis Kínverjar er til dæmis eina af þeim þjóðum í dag sem nota þetta mest af áburði í dag en fyrir þá nútíma áburð og hvað gerur þá? Hvað hefur? Jú, þú hefur í raun og veru kannski ekkert annað en úrgang úr dýrum og mönnum og hvað er það sem Kínverjar borða fyrst og fremst og framleiða mest af? Það eru hrísgrjón Hvernig eru hrísgrjón framleidd? Hvernig rækta maður hrísgrjón? Þú ert að reisa garða og svo ertu mikið af vatni og vatni er oft svona nær kannski upp að hnjám þannig að kínverskir bændur óðu saur í allar aldir til þess að rækta sín hrísgrjón en Kína er oft talað sem þetta rosalega sko Kína, sjá hvað allir voru skítur og allt umöld í Evrópu en í Kína það var rosa flott, það var svona mikið framleiðsla og þeir gerðu svona og það var þessi tækni og þessi uppfinning og þannig og þá er ég ekkert að segja núna nei að það er vitlaust, Kínverjarnir þeir óðu bara saur og voru algjörði villimenn en það sem ég er benda á að menn velja menn cherrypicka, það er bara svona heyrðu, þetta hérna er áhugavert, þetta passa vel við mína heimsýn að miðaldamenn var algjörði ribbaldar, heyrðu þá tekið þetta algjörlega ok, heyrðu, þessir mammulúkarnir gerðu þetta svona, heyrðu það flott, ég get nota þetta til þess að berja eitthvað á Evrópumönnum og það er rosalega mikið svona orðræða og líka bara eins og þetta með almenningssalernin í Róm að þú veist, þess að þegar við erum að tala þetta skilur að
ég vil tala það sem eitthvað svona rosalega hámenningu að þeir hafi verið með svona almenningssalerni og rosa fínt og flott skilur en svo erum við að benda á skilur að menn hafi verið með svona á miðöldum líka og þá var það aðskilið þú velur ekkert að segja það sko og eins með þessi baðhús sem ég var að nefna það er aldrei nefnt nei þeir verið að tala um miðaldir baðhúsin, en það er eins og alltaf verið að tala um þetta tengslu við þessi rómversku baðhús og það er einmitt líka svo áhugavert sko þetta með þessi baðhús sko að ef menn tala um baðhúsin sko þá er það tengslu við vændi þú veist að það átti að þrefið svo mikið vændi í kringum baðhúsin en í sannleika sagt sko þú veist það var vændi alveg vissulega í tengslu við baðhús alveg svo það finnst vændi í tengslu við nuddstofur en þú veist það er samt kannski fyrst og fremst bara baðhús skilur við nákvæmlega og þetta var svona staður sem fólk bara eins og sundlaugarnar eru í dag fólk kemur saman og spjalla saman og og það var svona miðpunktur svolítið sko einmitt og eins þú veist við höfum finnum við heimildum tala allir sem gufuböð og hitt og þetta einmitt og líka áhugavert þetta til dæmis ég sá þetta hérna nú reyndar á hámiðldum en til dæmis í valdatíð Ríkards fyrsta Englandskonungs 1189 þá það til dæmis í lögum að útikamar sem var þá mikið notað að kamarinn þurfti að vera sko 2,5 fet frá húsi nágrannans ef kamarinn var sem þetta úr steini eða einhverju hleðslu en 3,5 fet ef hann var það ekki. Þetta er bara svona eins og nútíma byggingareglugerðir. Já, og þú finnur heilmikið af því og til dæmis í Lundúnum og í þessum stóru borgum þetta er náttúrulega, þessar bækur sem ég var að lesa er náttúrulega allt skrifað á ensku þannig að þetta þá sérstök áhersla á England Bretland, já eða Bretland opinber klósett til dæmis í Lundúnum hérna var þetta að tala um Lundúnir, Leicester, Winchester, Hull, Southampton og Exeter og í Lundúnum voru til dæmis á 12 þetta allavega 16 slík opinber klósett og til dæmis og líka í hérna er eitt annað sko það er eitthvað Whittingtons Longhouse það var það opinber klósett til þess að sína stærðina sko það var með 64 sæti kynjaskipt það er mjög stórt og aftur að þessu með baðhúsin sko ég man ekki hvenar, einhvern tímann á miðöldum þá voru sko yfir 30 baðhús í París og þetta var svo stór business sko að starfsmenn baðhúsana voru með sín eigin gildi já og og að þurftu nefnilega París að til dæmis sko 1350 þetta er þá í kringum svartadauða þá var það ólöglegt að móðga saurhreinsara að það var litið niðurátta starf en að vinna við það til dæmis að hreinsa til dæmis rótþrærnar því það til dæmis voru að tilkvæðu þessu rótþræri í þessum borgum og til dæmis rótþrærnar í Lundúnum þurftu að tæma annað hvert ár og þetta voru þá rótþrær hlaðinar þá oft úr steini þannig að það þurftu þá að rjúfa róttróna og þeir sem unnu þá við að síðan að hreinsa þér og tæma þeir voru að fá 2-föld ef ekki 3-föld laun á við almennan verkamann. Þetta er náttúrulega sko skítadjobb í orðsins fyllstu merkingu. Algjörlega, algjör skítadjobb en rosa vel launað og svo fengur náttúrulega ofan á þessu góðu tímakaup líka náttúrulega peningin að síðan að selja allar þennan áburð. Allan skítin sem við skrapa af veggjónum í rótþrónum. Já, til það mitt bænda. Og svo allir það sé líka allir áhugavert við þetta að því að það verður að tala og svo maður sér oft fyrir sér hvað að segja, bara göturnar og eins maður hefur séð það í bíómyndum og þáttum einhverju bara skvettur og nættugagnin út á götuna og ef þú ert óheppinn þá færðu allan skítinn og þvægið yfir þig Guðsun yfir þig Þetta allir svo ólöglegt og þetta kemur líka skýrt fram í lögum og þá er líka eitt sem er svo mikilvægt að hafa í huga það sem er öðruvísi, það sem er skrítið, það sem er frávik það er oft skrifað niður og talað Þannig til dæmis þegar þú lest skítugar götur og miðöldum þá finnur það í heimildum það sem það er eftirtektarvert af því að það er ekki normið Nákvæmlega Síðan er það líka til dæmis að menn gerðu það til dæmis og þetta gerði mér sér grein fyrir því nákvæmlega hver prósessin væri en það kallast á ensku sem lagúning að þá segja að ef þú gerir skurð og breykar skurðin og ef það er aðeins rennsli í skurðinum að þá getur þú safnað
saur og sorpi og hitt og þetta lífrænum úrgangi í skurðin og það myndast þar ákveðin skilyrði og bakterjuflóra sem brýtur niður allan hennar lífræna úrgang þannig að þú getur losnað við 70-90% af úrganginum á kannski 5 mánuðum og þetta finnum við til dæmis frá 12. öld. Það var þetta leits að losna við úrganginu úr borginni. Já, og þá ertu með svona eins og síki eða svona breiða skurði sem eitthvað smá vatn rennur í gegnum og þannig losnar við mikið af þessu líka. Og svo líka mikilvægt að halda þetta í hagallinum þess að margar þessi ítölsku borgir til dæmis það sem við heldum þessum kerfum Rómverja þar sem þá voru til dæmis reglur hitt og þetta eins og þú mátti til dæmis ekki kasta skít í ána að degi til, heldur bara nóttu til þannig að straumunum myndi bera þá að nóttu til eða til dæmis að menn voru með rennur og kerfi sem studdust til dæmis við regnvatn til þess að skóla draslinu frá sér og þetta til dæmis var þekkti mikið á klaustrunum með þetta og þá til dæmis það sem eftirtektarvert í sumum af klaustrunum hjá sumum sem í tengslu við þennan meinlætalifnað þá var allir með stundu tekið fram að þú ættir ekki að baða þig of oft og af hverju það tekið fram? Jú, vegna þess að það undantekning þá og það þá einmitt til þess að þú ert að herða þetta eins og þú ert ekki að borða of oft þú ert ekki að sofa of mikið þetta er eitthvað sem þá það verið að herða líkamann til þess að reyna að leggja ennþá meira áherslu á þetta andlega líf. Algjörlega, og var ekki líka að tala að þegar við komum inn í einu endurreisna tíman eða inn á lúterska tíman þegar fólk kannski byrjar að vera svona aðeins meira svona breytist aðeins menningin að þá hef ég heilt talað sko að það er lögð minni áhersla á að þvo líkamann en meiri áhersla á að þvo fötin og þú alltaf að vera í hreinum fötum og svo framvegis og það sýnir þá líka að einmitt á miðöldum var fólk alltaf að baða sig. Og það hangir líka saman með breytingum eins og þá á sko árnýjöld þá kom allir þess fram, þú veist, nærbuxur eða brækur. Það klæddist menn alveg ekki á miðöldum. Og svo koma líka fram ilmvötn og einmitt meiri möguleiki til þess að fela líkamslykt með ilmvatni. Og svo að menn tala líka sápuna. Sem nútíma fyrirbrigði það auðvitað algjör mýta sko sápa rauninni mjög einfalt að búa til sápu og stundum hafa menn nefnt það sem dæmi sko þegar hvernig var það múslimar komið með einhverja sápu tegund sko til Evrópu gegnum Spán sem var búin til úr einhverjum oljum sem að menn hafa þó oft miskilið sem sko þá kom sápan til Evrópu sko en sápa á miðöldum og í rauninni bara frá örófi alda sko hefur verið framleitt úr ösku og tólg eða einhvers konar fita menn notuðu sem staðar svo Rómverjar notuðu ólífólíu og meðan í Norður-Evrópu notuðu menn fitu sko eitthvað aðra eins og til mig svo frækt þessi þegar menn voru að koma til Íslands til þess að kaupa tólg sko til þess að nota í sápur og hvað var aftur að þriðja í þessu? Vatn eða eitthvað þetta var mjög einfalt að búa þetta til og svo getur þú líka nota og náttúrulega bara þvag keituna það var náttúrulega gert þetta á Íslandi og svo getur líka það finnst í heimildum að þú getur líka nota sko kúamykju ef mann rétt að þá setur kúamykjun út í balan með þvotturum í og það held að sé það ammóníaki í kúamykjunu sem leysir þau upp einhverja fítubletti og hitt og þetta og reynsar fötin og svo þetta skólar það séðan úr aftur setna mér þannig er fötunum hreinum þannig það er bara svo nútíma þvottaefni bara eins og nútíma þvottaefni sko en vel að merkja, ég var að lesa í mitt bók svona þjóðuleg fræði og þá varum við að tala það, þá voru vísað í gamla íslenska konu sem talaði það að í hennar samtíma þetta var þá setna stríð eitthvað þannig 40 eitthvað, 50 kannski þá voru hún að tala það sko, rifja það upp og þegar hún var ung þá voru konur og stúlkur með svo glæsilegt hár svo margfalt fallegara þegar hárið var þvegið upp úr keitunni. Já, alveg rétt, upp keitunni sko. Herðu, ef við tölum aðeins skólp og fráveitu og og önnur svona lagnamál. Þetta er í hug
sko það sem er svo einkennandi fyrir rómverskan kúltúr og svona rómverskan mikilfengleika, það er þessi aðreynslisrör eða akvedökt sem er svona auðvitað mikilfenglegt í landslæginu, þú sérð það tekur eftir því og menn hafa síðan auðvitað tekið eftir því að þetta hvarf eða svona virtist hverfa úr evrópsku landslægi eftir fall Rómaveldis og menn getur auðvitað að tala um að það sé dæmi hnignun. Já. En náttúrulega það sem hefur auðvitað verið bent á í því samhengi er kannski líka það sko að þessar rómversku akvedökt sko, hugmyndin er að þú ert að færa vatn úr fjöllunum niður í borgina og það kannski hentar auðvitað ekkert svo vel og Rómverjar voru sjálfur að basla með þetta þegar þeir voru komnir norður í Evrópu það sem var flatlendi og þá voru þeir að basla með þessi rörsín. Hvað heitir þetta? Aðreynslisrör, er það gott íslenskt orðið yfir þetta? Það góð spurning, já kannski það. Ég var bara aldrei spáð hvað akvadökt, hvað það á íslensku? Og að þú þarfst auðvitað að hafa fallhæði í þessu sko. Já. Svo hafa menn bent á sko að aðstæður voru öðruvísi á flatlendunni í Norður-Evrópu þar sem var kannski styttra líka í grunnvatn og annað svona sem gera það verkum sko að menn gátu þá freka kannski útbúið einhverja betri brunna og svona. Já, ekki sama þörf. Sem gera það verkum að það var bara ekki þörf fyrir þetta. Og svo annað í þessu líka sko að þetta sem ég nefndi hérna í upphafið, þú veist að það verður fólksfækkun eftir fall Rómaveldis og það var að minni borgir og vera meira dreifbíli fram að 1000 og þú veist þá getur við bara sagt að hans að vera að fella eitthvað gildisdóm það. Já. En það að sé minna þéttbíli það þýðir það auðvitað líka það að það bara minni þörf fyrir einhverja svona grand lausnir í aðreynslismálum þá kannski bara dugar að vera með brunn algjörlega og brunna og annað slíkt sko. Og svo er mikilvægt að halda þetta og ég er ekkert því sem margir hafi spáðið því að gert sér grein fyrir því að Rómarborg lifði í raun af passa að segja hversu gildislaði þetta er jú að verða það auðvitað en lifði auðvitað á arðráni og öllum öðrum í kringum sig. Og það skal heldur auðvitað ekki gleymast að sko Rómaveldi var náttúrulega þræla hagkerfi. Já, og Rómaborg til dæmis var, við getum kallað ákveðið svona, hvað við verðum að segja, ákveðið svarthól því það til dæmis barnadauði og dauði almennt og sjúkdómar og slíkt í Rómaborg var það slæmt að Rómaborg var háð því að það var stöðugur aðflutningur af fólki til þess að fylla á sem er alltaf reyndar að sama og var við megni af evrópskum borgum allt fram eftir. Ég held að þetta breytist ekki Lundúnum fyrir þú komin sko einhvern tímann á 19. öld að Lundúnir sjálf að fara að fæðast fleiri börn í Lundúnum sem lifa af heldur en deyja og þú þurfi stöðugan tilflutning af fólki. Þannig að það til dæmis þá að þegar Rómaveldi þá breytist og Róm hættir að vera þessi miðstöð ríkisins þá náttúrulega er augljóst að allur þessi öreiga líður sem skattarnir, arðránið frá skattlöndunum var búið að halda uppi á brauðum og leikum þá náttúrulega fellir það sjálft sig. Það er náttúrulega augljóst þess að náttúrulega minkar íbúafjöldi Rómaborgar ég held að það minki 95% frá hæstu hæðum á fornöldinni og síðan þá ef maður vil tala lægstu lægðir á miðöldum. En þetta er náttúrulega bara eins og það sama mig, ef norski herin er það aflagður, þá náttúrulega myndi bærin sem ég bý í leggja staf, það er engin ástæð til að með bæ hér. Nei. En hér er blómstrandi samfélag vegna þess að peningar sem framleitur á annars staðar eru sendir hingað til þess að halda út í hernum. Og það er svona með marga borgir og bæi, ríkisvaldi ákveður að byggja borg þarna. Kaíró til dæmis, það verður að byggja nýja höfuborg í Egyptalandi. Og það er ekkert eitthvað náttúrulega ef við kallum það, á enskum myndi ég vilja kalla þetta, að þetta sé artificial, þetta er einhvers konar, ég veit ekki, gerfi eitthvað, þetta kemur að ofan. En hvað er þetta, út að nefna þetta í tengslu við fólksfækkunina og hún sé Já, til dæmis, já, að þetta er oft líka notað, þá hugsar fólk leið, og já, þetta er líka hluti af þessu rosalegu hnignun, en þá er að því að fólk horfir þá líka á Rómaborg í ákveðinu svona dýrðarljóma, eins og fornöldin oft er hjá okkur á meðan að þú kíkir undir húddið að þá sérðu þarna borg sem á við
ýmis vandamál að stríða. Já, en það er ekkit skammarlegt að vera heillaður að Rómaveldi. Nei, alls ekki. Vel að merkja, þú veist, ég er ég hef með BA-gráðu í klassísku fræðum, þú veist, ég hef mikinn áhuga á Rómaveldi og ég hef brennandi áhuga á Rómaveldi og ég er ekki að segja þetta til þess að vera vega endalst að því, en það sem er mér kannski fyrst og fremst hjartansmál er að reyna að hafa svolítið svona, hvað að segja, raunverulega sín á sögun og út frá þeim takmörku heimildum sem við höfum. Já. Og ekki vera að búa sér til einhverja glansýmyndi vegna þess að það er alltaf þannig, það skiptir ekki máli hvað efnum við tekið fyrir í hlaðvarpinu. Alltaf þegar ég byrja að lesa og kynna mér eitthvað, þá sé ég alltaf eigin annmarka. Já, ok, þetta var nú býsna mikið einföldun. Já, ok, þetta var ekki alveg svona. Herðu, já, ok. Nei, þetta er nú aðeins flóknara en ég var búin að sjá fyrir mér. Einmitt. Og það er það eins með þetta og ég skilu þetta, fólk hefur ekkert brennandi áhuga sem þegar Elva var að spyrja mig hvað ég var að lesa og ég sagði, já, skólplagnir á miðöldum. Þú veist, hún held ég var að grínast. Vistu að lesa barnafórnir meðan hún var ólétt. Já. Nú ertu að lesa og nú var ég í þessu skólplagnir og vel að verka, veist, ég hef búin að lesa allavega 3 bækur bara þetta. Og þetta er alveg sér fræði, hvað kallaði þetta? Phycology eða mythology eða þú veist, þetta er þú veist, bara svona saur eða spillingarfræði eða eitthvað þannig, þú veist, þetta er alveg að því líka, núna höfum við bara verið að tala þessa, hvað var að segja, þessa sögulegu heimildi, við höfum ekkert verið að tala túlkanir til dæmis á þessu, því til dæmis við getum tekið marga þætti og talað hvernig til dæmis saur og piss og prumbók og þannig birtist í bókmenntum, í ljóðum, í guðfræðinni, hugmyndasagan, heimssýnin. Það var gott quote sem þú varst með hérna í Augustinus. Já, ég ætlaði að byrja á því. Inter fases et urinam nascimu. Já. Hvað þýðir það? Við erum fædd milli þvaks og saurs. Já, þetta er mjög svona neðanbeltis. Já. Af saur ertu komin að saur skaltu aftur verða. Já. Þú getur alveg orðað það sem svo. Í formi áburðar. Að til dæmis, nú, ég skrifaði hann ekki niður hér, það allir var að vísa hvort það var ekki prest og presturinn var einmitt þá að kasta af sér þvægi og í því var hún litið til hægri og þá sér hann að það eru hundur sem er líka míga á sama tíma. Og þá byrjar hann að hugsa sko, er allir munur á mér og þessum hundi? Þarna ertu náttúrulega að horfast í augu við þessa dýrstlegu náttúru mannsins, við erum þetta dýr líka en við erum þetta líka eitthvað meira en dýr, og það er líka gleymist oft, það er mjög vinsælt líka í nútímanum samtímanum að benda alltaf á það, við erum bara dýr en við erum þetta ekki bara dýr, við náttúrulega höfum líka okkar andlegu getu og hæfileika og getum hugsað og allt slíkt. Algjörlega. Og þetta er líka sem mikið spilað átlumis í miðöldum, til dæmis er þetta alveg, það er alveg heilt svona tópói kallaði það, þetta er alveg heil orðræða í kringum þallimis að hitta djöfulinn við kamarinn eða kölski við kamarinn. Já, kölski við kamarinn, já. Og þetta er til dæmis finnst líka í sko norrænum heimildum. Þallimis þáttur Þorstein Skelks, þáttumis hittir hann eitthvað púka þegar hann er að fara á kamarinn og nóttu til, sem búið varan við hann ætti ekki að gera. Og eitthvað sem eru þetta líka í fornöldinni, ég fann þá líka þar sem að það var fundið það í Pompeii, það var svona graffiti, það var búið að skrifa í einhvert af þessum klósettum, þá stóð eitthvað skítari varaði og ílskunni. Skítari? Já. Já, það var þú sem ert að skíta varaði og ílskunni. Já. Og einstillega líka, við höfum meira þess að Laxdælasögu, hún er í tengstum við þetta líka, því það er áhugaverð saga þar. Ég skrifaði þetta niður, mér okkur til að lesa þetta, þetta er, þú veist, gott dæmi náttúrulega líka hreinlæti á Íslandi á miðöldum. Og auðvitað, við þurfum ekki að vera að fara í saumar á því náttúrulega hvað Íslendingasögurnar eru nákvæmlega, en Íslendingasögurnar eru allavega einhverju leyti heimild þar samtíma sem þær voru skrifaðar í. Algjörlega. Þá erum við að tala miðaldir.
og þá til við segir hérna sko já, hann segir að bað menn að stíga á baki og mælti að sumir skyldu geyma hesta þeirra en suma býður hann að reisa tjöld. Í þann tíma var það mikil tíska að útífa salerni og eigi all skamt frá bænum og svo var á laugum. Þeim laugamönnum líkar illa og þótti þetta miklu meiri svívirðing og verri en þótt Kjartan hefði drepið mann eða 2 fyrir þeim. Þannig að, ok, og hvað gerðist? Jú, Kjartan kemur hérna með mönnum og hann sem sagt lokar laugamenn inn í bænum þannig að þeir komast ekki í kamarinn og hann heldur þeim þarna í gíslingu í nokkra daga þannig að þeir þyrftu þá einmitt að ganga álfreka eins og ég las líka, það var orðað að reka álfa frá sér, ganga álfreka inn á bænum og það þótti þeim mjög niðurlegandi og svo niðurlegandi að það hefði verið betra ef Kjartan og félagar hefði nú drepið 1 eða 2. Alltaf gengur ekki sko. En þetta sýnir líka auðvitað, bendur auðvitað á eða sýnir auðvitað, þú veist, blíðuna kennt meðaldamanna og hversu mikilvægt það að þú veist, kamarinn auðvitað dálítið frá heimilunni, en það þó mikilvægt að halda þetta til haga að orðið á ensku talað privy það þú veist closet þá eða kamar það orð víst ekki eða svipað orð í germunsku vegna það margt sem betur til þess að menn náttúrulega í sko samfélagi sem var ekki af þéttbýlt og náttúrulega almennt náttúrulega bara landbúnaðarsamfélag með mestari kannski pínlítið þorp þá annarkvort auðvitað gengum menn örna sinna þá bara út í skógi eða hvað það var eða þá í gripahúsunum af því náttúrulega bara áburður síðan sem notaður setna mér. En þetta líka ágætis sko ef við komum aftur að þessu fyrir nú bráðum að svona ljúka þessu saurtali hérna árum að vera alveg óglatt hérna. Jú. En að sérst þetta, við viljum ekki hafa saurinn inn í húsunum okkar sem ber þá félaga. Nei. Og þá aftur að þessu við byrjuðum með hérna kvóti Thomas Lynch, það sem hann segir hérna að sérst vasklósettið sé þessi stærsta hérna uppfinningssögunar og ég svo sem hef ekki lesið þessa bók sem er vísað hérna og þetta er náttúrulega þetta hvort þessi ljóðabók eða eitthvað skáldsaga eða eitthvað pointið örugglega með þessu kvoti þó ég viti það ekki býst ég við að snúist sko sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis að við getum bara gert þarfir okkur og svo bara eitt og eitt taka og úrgangurinn er farinn, við sjáum hann aldrei aftur já. Og það auðvitað fyrir milljónir manna sko náttúrulega þetta mikil heilbrigðismálu þetta því að það getur verið sjúkdómar í óþrifnaði að hafa þetta út allt en það sýnir þá þetta líka eins og við erum búin að tala með þetta í dag að þó svo að vasklósettið hafi komið þá orðið svona útbreitt á 20. öld þá þýðir það ekki það að fólk hafi bara lifað í saur fram að því þvert á móti, þú veist öll þessi dæmi sem við erum búin að nefna hérna núna á frá miðöldum og fornöldu þetta líka en ekki síst á miðöldum að fólk var að færa saurinn burt og sérst og meðhöndla hann eins og við myndum gera en ég menna auðvitað er það síðan náttúrulega kannski það sem gerir síðan náttúrulega sko á 19. öldinni til dæmis sérstaklega auðvitað þegar aftur þessu með sko þéttbýli og mannmergð og svona sko að hérna sko þú veist svo þegar á 19. öldinni þegar verður þessi gríðarlega fólksfjölgun náttúrulega eins og á Englandi og í London sko náttúrulega fer að vaxa svona rosalega og þú færð þennan þessi slums þar sko það sem að fólki er bara svart í framan af skít sko og sjúkdómarnir eru alveg bara út allt sko kólera og þetta allt saman sko þá fyrst færð að sjá eitthvað svona sem að við kannski myndum tengja við miðaldir í þessum stereotypum sem þú ert að tala en þá er þetta bara því að þetta eru overcrowded fátækra hverfi það sem er lítill aðgangur að til dæmis hreinu vatni og fólki er bara það fátækt að það hefur ekki tækifæri til þess að þvo sér og svona og þá auðvitað ganga sjúkdómarnir út allt og svona og eins og við sjáum bara okkar samtíma Lagos eða Mexikoborg eða hvað það er en svo er þetta líka þú veist að tala sjúkdóma og slíkt það er líka mikilvægt að halda þetta til haga að til dæmis baðhúsin á fornöld
voru náttúrulega ákveðin sjúkdóm á bæli líka því til dæmis fólk sem var veikt það fór oft í baðhúsin á kvöldin og eftir öðrum og baðaði sig þá eða nóttunni og vatninu var ekkert reglulega skipt út þannig að það dreifði líka sjúkdómum. En svo hafa menn líka bent á það sko að því að okkur nú skemmst frá því minnast auðvitað þegar alveg hryllilegt þetta þegar sundlaugarnar lokuðu í kófinu maður komst ekki í sund og það einmitt talað um það í miðaldaheimildum líka því vorum að tala einmitt þetta með sko hvar koma hluti fram í heimildum að þú veist að það er kannski oft nefnt í miðaldaheimildum þessum varst að nefna sko með að þú nefnir það af því að það er eitthvað sérstakt skilur þú veist kannski ekki það er kannski ekki að varveitast einhverjar heimildir sem segja skilur þriðjudaginn 15. mars 1201 þá mættu svona margir í baðhúsin endilega þú kannski sér það frekar í heimildum sem að segja út af því að það var braust út sjúkdómur hérna í þorpinu þá þurftum við að loka baðhúsinu skilur og þá auðvitað tengja menn það við þess að þú ert að segja þetta með sjúkdóma sko en síðan náttúrulega maður hugsaður þetta bara svona svolítið lógist sko að baðhús er staður sem fólk er að koma saman þú veist, fólk er að koma saman og baða sig upp úr sama vatninu, leggja fötin sín þetta er samkomu staður þetta er bara, þú veist, það er ástæði fyrir því að við lokum í COVID skilur það var samkomu staðum lokað af því og það segir okkur þá sko líka bara það að þetta voru vinsælir staðir þetta eru staðir sem að fólk vill koma saman í miklu mæli til þess að hittast og spjalla en líka til þess að þvo sér og svo líka þegar þú talar um sjúkdóma þannig að náttúrulega líka kom fram þarna nýr sjúkdómur við lok miðalda og þá á árið nýöld sem hafði gífurleg áhrif á evrópskt samfélag og það er sárasóttin saga sárasóttarinnar er mjög áhugaverð því til dæmis að það til dæmis var hluta til dæmis af hverju mikdálítið af baðhúsum var lokað eða takmörkuð og okkur menn fóru minna allir að fara í baðhús það er þá eitthvað sem menn gerðu þá á 16. öld og upp úr því það var einmitt út af sárasóttinni hræðsla við að fá sárasótta eða að baða þessi baðhúsamenning hún er ekki jafn rík hún er náttúrulega mjög rík auðvitað í íslensku samfélagi og við þetta þú veist, eins og allir sem hafa búið erlendis lengi, maður sér það auðvitað að þú veist, það er þessi baðhúsamenning Íslendinga sem maður tekur eftir að þú veist, að vantar yfirleitt erlendis þannig að því hefur greinilega hnignað eitthvað allavega síðan á miðöldum líklega en svo grunnum við líka og ég var spáðið mikið eins og í Nóri hvort að vötnin og hitin í Nóri sé líka munurinn að því til dæmis í meira sér hérna norður frá þá fer fólk mikið bara í vötnin og syndir þar og vera að baða sig á sumrinu þetta svo þetta líka sko það handlar munur á sundlaug og baðhús við tölum ekkert baðhús þetta á íslensku við segjum að fara í sund við segjum sundlaug Akureyrar og sundlaug Vesturbæjar og svona og en sundlaug auðvitað er náttúrulega eins og sko hálfgert íþróttamannvirki í rauninni sko á meðan náttúrulega baðhús er meira eins og heitu pottur sko svo út bara að chilla einmitt og þú veist erlendis auðvitað er alveg mikið af sundlaugum sko og það er kannski svolítið svona falin fjársögur held ég skilst mér eins og í Þýskalandi og svona og í svona stórborgum í eins og Berlín sko, bara greiðlega mikið af sundlaugum þar hefur mér verið sagt, ég hef ekki farið í þar og þegar ég var í Vín núna í sumar þá var ég að skoða sko, tilboðið á sundlaugum sko, það er aldrei mikið og fór einmitt í ekki mikið sko per capita með við á Íslandi þetta með þetta sem miljónaborg sko en sérstaklega eins og hvað heit sundlaugin eitthvað Amelienbad eða eitthvað en það er auðvitað bara sundlaug til þess að synda í sko það er ekki svona baðhús sko það getur vel verið að það séu ennþá til baðhús erlendis sko en það er allan ekki eitthvað sem hefur farið svo mikið fyrir því að ég svona venjulegu leikmaður viti til þess Nei og svo gufubuðin svo í Finnlandi en það er samt öðruvísi já þannig
Nei, þannig að þetta alveg rétt, ég held sér alveg rétt, þú veist, hún er áhugaverð sem baðmenning á Íslandi og hún svolítið svona, já, sérstæð. Mjög áhugaverð bók sem að ég las daginn, hvað heitir hún eftir? Sund, hvort það sé Hafsteinn, já, einmitt, já, Katrín Snorradóttir og Valdimar T.R. Hafstein, hún heitir Sund, fjallar svona sundlega menning á Íslandi og kom út í fyrra, mjög áhugaverð bók og þá snerist þetta sko, já, hreyfingu. Það sést fyrst þegar sundlaugarnir er að ríða sér til rúms á Íslandi, þá þetta sundlaugar og hugmyndin hreyfing sko, kenna fólki að synda og síðan sko eftir stríð þá þetta sko skemmtun, þú veist, að koma í sund til að hafa gaman og þú sér til missi svo þegar kemur fram á seinni hluta 20. aldar skilur, þá fara að koma alltaf þessar rennibrautir og þú veist, barnalaugar og sund verður svona barna skemmti aktivitet sko. Já. Og síðan kemur sko heilsa inn í þetta með þessum heitupottum og gufubaðið og þetta fer að vera svona heilsu bótar dæmi sko. Já. Þannig að þú veist, svona menningarsaga sundlaugan á Íslandi er mjög áhugavert. Já, algjörlega, það er það. Lætur mann langar til að fara í pottin sko. Jú, það er alltaf gott að fara í pottin. Það er alltaf gott. Ég lakka til að fara í pottin þegar ég fer til Íslands núna jólin. Það er gott. Það er mitt, þú veit ekki með svona viðar, svona heitan pott sem upphitaðar með við í Norður-Noregi. Nei, ég er búin að skoða það, það er tiltölulega einfalt að setja upp þannig séð, en ég nenni ekki bara að sé hér. Það hildur maður myndi ekkert þóra, maður líður í sem að sé ykkur svona norðnapotti eða eitthvað, þessi var að sjóða mann. Herðu, áður en við slúttum þessu, Jöp. Eigum við aðeins að nefna þetta, koma aðeins að nota með stytturnar. Já, endilega. Sem sagt, þetta með að sem sagt, við höfum öll séð þessar rómversku styttur, það eru glæsilegar. Já. Og það er alveg magnað að þú getur séð mismunandi styttur af rómarkeisurum og þú sér alveg að þetta er sami einstaklingurinn og þetta eru glæsilega myndir auðvitað af fólki og smáatriðin og svona. Algjörlega. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að það er ekkert að neita því auðvitað svona myndastittur í þessum stíl, það er auðvitað hverfa svolítið, sko það hverf ekkert en það verður auðvitað minna þær á miðaldatímabilinu og koma síðan aftur auðvitað með ítölsku endurreisninni á 15. öld. Og og það sem að menn eru þó auðvitað að leita aftur í þennan þetta raunsæja raunverulega stíl í klassískri list og svona. Einmitt. En þetta er samt auðvitað ákveðin mýta auðvitað að því leiti auðvitað sko, þú veist, í gotneskri list skilur ertu auðvitað með þess sko, úthognar styttur sko. Allar ufsagrillurnar og allt þetta. Nákvæmlega, sko, það er auðvitað ekkert að googla það lengi sko til að sjá það að þetta er ekkert kunnátta sem hverfur. Nei. Þetta er auðvitað bara breyttar áherslur. Og það er það sem er svo flókið með lista því að þessar styttur hverfa til dæmis í hinum íslamska heimi. Vel að merkja við það frá Portúgal í vestri og allt til Íraks í austri, allt svæði sem voru einhverju tímapunkti undir Rómaveldi og litaðar af þessu styttum og þekktu svona styttur, þetta hverfur þar af því að múslimar eiga ekki að búa til svona skurðgoð. En ok, hvað kemur í staðinn? Jú, það kemur alltaf bara önnur list. Skrautskriftin og munstrin öll í þessum íslamska. Nákvæmlega. Það kemur auðvitað bara önnur list í staðinn. Algjörlega. Og þetta er eins sko mismunandi samfélög hafa mismunandi áherslur af því við getum eins þá sagt sko ok, ef þessa styttu hverfa verður minna af og eru ljótari, við getum alveg svo sagt það, en ég get líka alveg sagt fyrir mitt leyti, ég er áskrifandi að skírni og les alltaf skírni og mér finnst ljóðabálkurinn þar alveg ömurleg lesning, ég myndi ekki kalla það ljóð, mér finnst það svo lélegt og ég ætla ekki að lesa neitt upp að því ég ætla ekki að móðga neitt, en ég get alveg sagt að ég hef ekki lesið fallegt ljóð í skírni öll þessi ár sem ég hef verið áskrifandi.
En það sátt mér svolítið djúpt í árna tekið ef ég á að fara að segja að ljóðamenning sé dauð á Íslandi. Þetta er alltaf líka bara fagurfræðilegt matvit og huglægt. Algjörlega. Já, og þú veist, fólk eru þetta að búa til list, skilur á miðöldum, ég meina það þarf ekkert eitthvað, við þurfum ekkert eitthvað færa neinn rök fyrir því, það bara er sjálfsagt. Það er til dæmis berðu saman kannski bara frekar miðalda handritin og styttur Rómverja. Ég myndi halda að það væri mikið réttlátari samanburður heldur en kannski marmarastittur miðalda og marmarastittur fornaldar vegna þess að hvað er áherslan? Þetta er eins og með íþróttir. Íslendingar geta ekkert á skíðum en norðmenn er rosalega góðir í skíðum. Það er náttúrulega augljóst að mikið af yfirburðum og getu og íþróttum getur fært frá einni íþróttagrein yfir og aðra. Það var til dæmis ef allt þetta topp íþróttafólk norðmanna í skíðum myndi fara að leggja stund á handbolta eða fótbolta eða glímu eða hvað það er, þá myndi Noregur auðvitað standa sem mikið betur þar eða eins og í Íslandi. Þú veist, ef allur krafturinn sem fer í handbolta og fótbolta myndi fara í skíði, þá myndi Íslendinga vera mikið betur á skíðum. Og þetta er náttúrulega eins með list, þú veist, hver er áherslan? Já, ég meina, bara eins og alveg ótrúlegt við vorum eitthvað að segja mér einn daginn að sko Indland sem er sko fjölmennasta þjóð heims. Já. Sko þeir hafa unnið 41 guld, silfur eða bronsverðlaun á Ólympíuleikunum ever. Já. Það er alveg fáránlega lítið. Það er fáránlega lítið. Með við sko rússar sko sem að hafa bara síðan 1991 unnið sko 500 og eitthvað sko. Já, Austur-Þýskaland til dæmis. Hvað var Austur-Þýskaland mikið? Það takk bara tíma sem það var til með, hvað var það, 15 milljónir eða hvað byggu margir þar? Ég var að mynda að googla þetta sko, rússar, já, síðan 1991 hafa þeir unnið sko 542 medaljur. Já. Og Sovjetríkin 1204, þannig að það er þá sem sagt hvað 1800 1700 medaljur sem að sagt, þeir hafa á meðan Indverjar að fengi 41. Já. Þetta er auðvitað bara rússar auðvitað er bara að dæla resursum í íþróttafólk bara til þess að út af þessu máli sem þú ert að nefna með þessu pointi sem þú ert að nefna með algjörlega, með áherslu. Já, eins og til dæmis bara á Íslandi, við höfum ekki sérstaklega hefð fyrir skrautskrift ekki bara saman við til dæmis Íslam, Sádi Arabíu eða Japan eða Kína. Nei. Það er náttúrulega bara mismöndi áherslur eða við höfum enga te-menningu við áttum að bera það saman við te-menningu í Japan. Nei. Áherslur en svo þetta með að vita hvernig fólk leit út sko, ég menna það er auðvitað alveg góða punktur en svo er enda annað í þessu sem er auðvitað áhugavert sko að því að fyrir svona grekófíla eins og okkur að sko gullöld þessara hvað heitir þetta, myndhöggvara list eða styttugerð eða hvað er ekki myndhöggvara list myndhögg hvað er nafnorðið sko hún er náttúrulega hjá forn Grikkjum þú veist 500, 400, 300 fyrir Krist sem að gullöldin er sko og það eru forn Grikkir sem eru að fjöldaframlega svona styttur þess að við hugsum okkur þessar klassísku Rómverjar er náttúrulega bara apa eftir Grikkjum sko. Þú veist, þeir lærðu þetta af Grikkjum og það er alveg til sko svona native ítalskar styttur frá sko tímabilinu áður en Rómaveldi komst í kynni við Grikki sko og það eru allt öðruvísi heldur en þessar styttur sem að þú tengir við rómverska myndhöggvunarlist skilur og þeir voru að nota gríska myndhöggvara skilur sem var að kenna þeim og voru að nota gríska þræla þetta og svona til að þegar þeir voru að byrja með þetta sko en það er auðvitað, eins og ég sagði það er auðvitað ekkert launingamála að þessi hefð að búið til svona styttur að hún dettur auðvitað aðeins niður þegar Rómaveldi fellur og þegar að verður fólksfækkun og aðrar áherslur í samfélaginu en annað kemur í staðinn eins og til dæmis handritinn og Rómverjar er engin handrit sem hægt að bera saman við skraut handrit miðalda
Nei, einmitt. En síðan eins með styttur og þannig litið á til dæmis hvernig líta búddastyttur eða hindúistastyttur í Indlandi og því svæðinu og lítu síðan á hvernig þessar styttur voru í bakteríu því sem Afganistan í dag. Þar einmitt áhugavert að þá sjáum við einmitt líka þessi grísku áhrif á búddista og hindúisma og ég mjög hallur auðvitað undir þennan raunveruleika realisma í myndtökvarlistinu. Mér finnst það óbáslega fallegt. Þannig að mér finnst það til þess að vera fallegustu búddastyttur og hindúistastyttur sem ég hef nokkuð tímann séð. Það eru þessar styttur frá bakteríu en ég efast að hindúin eða búddistinn sem þekkir alla hvað að kalla alla öll túlkunarfræðin og alla táknmyndirnar í styttunni að hann sé sammála því rétt eins og sá sem réttrúar horfir á grískan íkona sem ekki upptekin af svona realisma eða raunveruleika sér hluti sem einhver frá Íslandi sér ekkert vegna þess að það listastefna sem við þekkjum ekkert þannig séð nema þá bara rétt á yfirborðinu á meðan það fullt á trúarlegum táknum á bakvið þetta. En nú erum við líka bara að tala um list og það auðvitað huglægt efni. Algjörlega. Og það alveg algjörlega legit sjónamið að finnast þetta vera hnignun. Já, algjörlega. Og þú veist, þú mátt alveg hafa þá skoðun skilurðu vegna þess að mat á list þetta bara huglægt alveg svo þið getur fundist ljóðin í skírni vera ljót ömurlega en það segir þetta alveg á bara kannski að það samt svolítið svona handahófskent eða tilvíðunarkent að maður velji þann skalan en svo það auðvitað líka þetta að þú veist, aftur að þessu sem ég sagði ég er búin að segja nokkur sinnum þetta með fólksfjöldan og resursana í samfélaginu að þetta er bara því fleira fólk því fleiri líkur á því að þú fáir einstaklinga sem eru í standi til þess að búa til list og því fleiri auður í samfélaginu því meiri líkur á því að þú fáir auðmenn eða patróna til þess að fjármagna listamenn og það er auðvitað eðlilegt að þú veist á tímum Rómverja þegar það er mikið af ríku fólki og eins og þú veist að tala og allt þetta þrælar og alls konar og mikið af fólki og svona þá þetta eru menn kannski að leggja áherslu á búið til list og það er ekkert óðurlegt við að þetta droppi aðeins þegar það minnkar þetta svo þetta þurft komið fram með innbyltingu og í nútímana sem þú bara flæðir alltaf listu, þetta bara alls konar list. Já, ég gerir það. Af því þú ert með svo ógeðslega mikið af fólki sem getur búið til list í dag. Já. Réttið svo bara, það flæðir allt í tónlist, það var aldrei framleitt mikið af tónlist svo í dag, þannig ef einhverja kvartunda eða svo léleg tónlist í útvarpinu eða hvað það er, byrju, af hverju þetta hlusta útvarpi, Soundcloud, YouTube, nefndu að, þú veist, hver sem getur búið til tónlist, og það er aldrei verið framleitt mikið af tónlist, eða bíómyndir, ekkert nema remake og ömulega myndir frá Hollywood býtu af hverju þetta að horfa á Hollywood það er aldrei verið einfalt að búið til kvikmynd aldrei jafn ódýrt, þetta er fullt af góðum bíómyndum, nákvæmlega hér kemur listinn og tónlistinn Mér sé ég get búið til tónlist nákvæmlega þetta held ég að vera skemmtilega þáttur þetta er Johnny Cash rhythm já I hear the train a-comin', it's rolling around the ferns. It's done seen the sunshine since I don't know when. Stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. And the train keeps on rolling, all down to San Antonio. Herru, ég var að láta þetta vera lokaorðin hér í dag í hlaðvarpinu Söguskoðun. Jú, þetta komið gott. En ég sé það, þetta er svona, ég veit ekki hversu oft ég er búin að tala það maður að vera, hversu oft ég er búin að vera að vega að þessum miðalda mýtum, en þetta er svona, ég held að þetta vinnist hægt og rólega. Þetta vinnst hægt og rólega. Og ég ætla að halda fram að koma á Hólasund og tímatalinu að Já það eru góð lokaorð við erum ennþá í starthólunum með að stofna Hólasund félagið
Það alltaf að gerast. Herðu, við segjum þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun hér í dag. Við félagarnir snúum aftur hér í næstu þætti með eitthvað annað og skemmtilegt og öðruvísi málefni og við þökkum að sjálfsögðu hlustundum fyrir að hafa samband og taka þátt í umræðu og það bara að gera ef hlustundur hafa eitthvað á hjarta að senda okkur tölupóst á söguskoðun@gmail.com eða hafa samband við okkur á Facebook eða á öðrum stöðum þar sem okkur að finna. Að því sögðu, kveðjum við hérna í dag, verið sæl.